Þetta er það er markalaust jafntefli hérna á Stakkavellinum. Hvernig bara svona horfði leikurinn við þér? Já, náttúrulega bara fyrri hálfleikurinn algjörlega í okkar eign. Réðum öllu í leiknum, skorum fullkomlega löglegt mark, meira þess að mögulega 2, ég hef eftir að sjá það aftur á vídeo og bara eiginlega sjokkerandi að leikmaður, eða nei fyrir ekki dómari á þessu leveli skuli eiga svona dabran dag í dag. Ég verð bara að viðurkenna það, en ég ætla svo sem ekki, jú, það er svo sem hægt að kenna dómarunum það þetta fór svona markalist allavega, en hérna framistæðan í seinni hálfleik, mér fannst hún slitinn, mér fannst við svona kannski á 15 mínútna kafla ekki líki sjálfum okkur á einhverju leiti. Gíi fyrir mitt leiti, besti markmaður deildarinnar, hjálpar okkur í leiknum í dag og skilar í það minnsta stigi fyrir okkur og það er gott. Við þurfum að vera aðeins beittari fram á í okkar færaendingu og vera bara með aðeins meira blóð á tönnunum þegar við komumst nálagt teiga andstæðingana. Það er svona kannski það sem mér finnst vanta þessu upp á. Annars fannst mér svona heilt yfir, ef ég horfa á leikinn svona frá hliðarlínu strax eftir leik, þá fannst mér við eiga 65-75 mínútur í þessum leik sem eru bara virkilega góðar og virkilega góð stjórnun á leiknum. Auðvitað erfiðar aðstæður, við erum auðvitað ekki búin að snerta gras síðan í fyrra, og tókum ekki æfingu á grasi og það kannski má bara skrifa það á mig, en bara erfitt að mæta í svona fyrsta grasleik. En mér fannst, ef við horfum aftur og tölum aftur byrjun leiksins, þá fannst mér það ekkert sjást á liðinu, þannig sko. En vissilega komna kannski þunga fætur hérna á síðasta korterið og ég hef viljað fá aðeins betri ákvarðanatöku, sérstaklega komist inn á síðasta þriðjunginn í seinni hálfleik. Svo segir náttúrulega, já, virðist vera fullkomlega löglegt mark sem við skorið, svona bara hversu svekkjandi er einmitt bara að hérna bara dómarar leiksins skuli ekki sjá þetta? Það er bara alveg ömurlegt, það er svona gerir í fótbolta að skora mörk og þegar dómarinn einhvern veginn tekur það ákvörðun að taka að þér fullkomlega löglegt mark. Ég meina markmaðurinn stendur með báða fætur meira en metr inn í markinu eða metr inn í markinu og einhvern veginn reynir að skófla boltanum út úr markinu. Þetta er bara svo miklu augljósara að þetta sé mark heldur en ekki mark. Og það vekur spurningar hjá mér. Hver er ástæðan fyrir því að svo ákvörðun er tekin að markið sé ekki mark? Ég ætla ekki að fullyrða það af hverju það er. Ég svo sem finnst mjög skrítið að leikurinn hafi verið jafn illa dæmdur í dag og raun bara vitni, þar sem að þetta var mjög auðveldur leikur að dæma fannst mér. Það þurfti ekki mikið að flauta leikinn og alls konar stopp hérna sem voru alveg út úr kú og svo bætir hann við 3 mínútum og hann klárar ekki einu svona 3 mínútur þegar leikurinn á að vera búinn og mér finnst þetta bara skrítið. Mér finnst þetta skrítnar ákvarðanir og lélegar ákvarðanir en þeir geta átt slæma daga eins og liðin og við verðum bara að halda áfram. Ég meina við áttum góðar 65-70 mínútur og svo verðum við bara að halda áfram og eiga vonandi góðar 90 mínútur í næsta leik, 90 pluss. Svona þeir eru búin að, 180 mínútur búnar af lengjudildinni hjá ykkur á þessu tímabili og ennþá bíða eftir fyrsta markinu. Er það svona ágefni að vera ekki búnar að skora? Já, ég meina við fáum náttúrulega, ég veit það ekki, 10, ef ekki 12, 13 hotspinnu bara hérna í fyrri hálfleik fannst mér, allavega eftir 20 mínútur voru orðnar 8. Það kannski svekkir mig líka að við séum ekki að nýta föstu leikatriðin aðeins betur. Við reyndar skorum mark úr föstu leikatrið í hotspinnu sem er ekki dæmt mark. En já, vissulega svekkjandi að vera ekki að ná að nýta færin okkar betur en hérna við eigum líka nokkra leikmenn inni, Valda og Ómar og vonandi bara komust við upp þeir fljótlega. Það þarf alltaf að gerast fljótt. Svona einmitt bara strax í næstu umferð þá það Fylkismenn sem kom í heim svona J.B.O.-völlinn, svona annars svona fyrir mót svona verið álítið toppslagur. Hvernig svona sérðu það verkefni? Já, bara gríðarlega krefjandi verkefni, við með gríðarlega góðu liði Fylki og vel þjálfað lið og ég er bara gríðarlega spenntur fyrir því og nú erum við með einhverju leyti ekki komnir þar sem við ætluðum okkur og við höfum næsta leik til að snúa því við og ég held bara að það sé verðugt verkefni að fá Fylkismenn í svoleiðis verkefni. Þannig að mér hlakka bara til og vonandi bara hlakka liðinu mínu til. Ef við náum að spila eins og við spiluðum hérna sérstaklega fyrir hálfleikinn á móti Fylki, þá hefur við vonað góðan leik frá Njarðvíkurliðinu. Þannig að ég er bara gríðarlega spenntur fyrir því. Takk fyrir.